Jæja, Emil. Yngri landsliðsmaður og allt það, en þú hefur nú enga reynslu af því sem í vændum. Ekki bara spennandi að fá að takast á við svona nýtt verkefni? Jú, frábært að fá að taka þátt í þessu og bæjarfélagið líka, finnum spenninginn og það verður glæsilegt að taka þátt í þessu. Hvað koma margir úr höfninni? Það kemur bara Suðurlandi eins og að Leikhúsi? Ég vona að Suðurlandi kemur bara, en Þorlákshöfn, það verður hörkustemning frá sveitarfélaginu, að loka íþróttahúsið lokar og fleira. Það verður, ég held að sem flestir að mæta bara. Nú eruð þið með nokkra unga leikmenn hérna sem hefur látað vel að sér kveða í Þórsliðinu í vetur, bara þú sem dæmi og tökum bara annað dæmi, svo Halldór Garðar og Dabbi Kóngur. En þið eru að fara inn í verkefni sem hafið enga þekkingu á. Er gaman að glíma við það? Já, sjálfsögðu er það gaman og þetta er bara sakar sem maður er í þessu til að spila svona leiki og þá bara þurfum menn að mæta alvöru og taka þess á þeim og reyna að gera eitthvað gott. Þið eru að fara að mæta, season-erðum landsliðsmönnum eins og Helga, Darra, Brynjari sem þekkja þetta. Hvernig meturðu möguleika Þórsliðsins í leiknum á Laugardalsvelli? Við getum strítt en það er alveg klart mál. Við þurfum að spila 40 góða mínútur. Við höfum spilað ágætis leiki við á núna á tímabilinu en þá erum við ná kannski 36 góða mínútum í leiknum en við þurfum þessar 40 góða mínútur til að eiga séns á að vinna þá. Þeir eru bara með það gott lið að við þurfum að selja okkur dýrt. Við þurfum að gefa okkur all í þetta. Eru þið nægilega djúpir? Getið þið dekkað það skarð sem Steini skilur eftir sig ef hún tekst ekki að vera með vegna meiðsla? Já, við höfum gert það svo sem ég vetur að stíga menn bara upp. Eins og þegar Gretar fór niður, þá kom Dabbi Kóngur og steig upp og spilaði frábærlega og við höfum bara vonað til einhverju slíku ef Steini getur ekki spilað á laugardaginn. Emil, gangi vel og góða skemmtun, kallið minn. Takk fyrir.